vetrardagskrá 2014 og hún í sjálfu sér óbreytt í sniðum eins og hún var í fyrra. Það 8 lið sem taka þátt í keppninni, 4 knapar í hverju liði, en 3 sem taka þátt í hverju móti, hverju sinni. Nú, kannski stærsti viðburðurinn hjá okkur sá að við erum að undirrita samning við 365 miðla að sýna beint frá Stöð 2 Sport frá keppninni. Eins það að vera með beina útsendingu í gegnum netið í hágæðaskerpu beint til þá aðalega sem eru staddir hérlendis og erlendis. Og það svona tímamóta áhrif á því sem við erum búin að leggja með í langa tíma og gríðarlega spennandi fyrir okkur sem valkost að kynna íslenska hestinn á heimsvísu. Nú, hérna við hliðina á mér Freyr Einarsson, sjónvarpsstjóri 365 miðla, þetta ekki á máli. Já, þetta hefur kannski fyrst og fremst þá þýðingu fyrir okkur í 365 að við náttúrulega leggjum mjög mikið upp úr allri umfjöllun íþróttir á Íslandi og við höfum kannski ekki sinnt hestaíþróttum mikið hingað til, þannig að við sjáum bara tækifæri í því að auka fjölbreytnin á okkar stöðum og vera með fleiri sport í boði. Og við fundum fyrir því eftir heimsmeistaramót íslenska hestsins í Berlín núna í haust að það var mikill áhugi fyrir þessu efni, þannig að þetta svona eiginlega bara viðbrögð við því. Og hvað, nú munið þið bjóða upp á útsendingu frá KR-deildinni eða þætti frá KR-deildinni líka og eitthvað fleira á dögunni? Já, við erum bara eiginlega svona þetta samkomulag kannski svona svolítið statement það að við erum til í hvað sem við erum til í að fjalla öllu mót sem hafa svona áhuga á einhverju umfjöllun. En svona kannski það sem kannski að því við gerum nú aðra tilraun sem var metamótið í september að það þarf nú kannski svona að aðlaga þessa íþrótt svolítið að fjölmiðlum og meistaradeildin hefur náttúrulega gert það frábærlega. Það bara mót sem hentar mjög vel inn í sem svona sjónvarpsviðburður. Þannig að við vonumst bara eftir því til framtíðar að svona það verði fleiri mót sem þróist í þessa átt. Kristinn Skúlason, hverju breytir þetta fyrir meistaradeildina sjálf? Var það eitthvað breytingar á henni, fyrirkomulaginu? Nei, hún var í sjálfu sér óbreytt, en þetta hefur samt mikla þýðingu fyrir okkur þannig að við fáum meiri umfjöllun, bæði sjónvarpi, blöðum og svo eins að við getum sýnt þetta gegnum netið út allan heim. Og það okkar markmið með þessu samningi og tryggja hann sér til 2 ára. Það verður náttúrulega, þetta með náttúrulega líka bara því að það bæði fyrir meistaradeildina íslenska hestir vegna þess að við auglýsum mikið okkar viðburði í öllum okkar miðlum og þannig að íslenski hesturinn mun fá miklu meira pláss í íslensku fjölmiðlum heldur hann hefur nokkurn veginn fengið áður, held ég geti bara núna að slófa sko. Já. Ykkur var að lauma því að mér að það var viðræður landsmót, sýningu landsmót, það eitthvað í farveg? Jú, við erum búin að hitta þá og við höfum mikinn áhuga á því að vera með landsmótið. Við stefnum að því að vera með hestaumfjöllun í hverju viku. Bara eins og við fjöllum margar aðra íþróttir þá búum við svo vel að við eigum hólamenntaðan fréttamann. Þannig að Telma Tómasson mun stýra svona hestaumræðu á milli móta og eins og hún gerði bara frábærlega eftir heimsmeistaramótið, þá var hún með svona stutta þætti þar sem var bæði rætt við liðin og liðsstjóra og annað slíkt. Það bara til hamingju með þennan samning. Já, takk. Hlökkum bara til að sjá hvernig þetta þróast. Takk fyrir það. Takk.